night, Bogabos besties. Halló. Það ég held að sé ekki margir að tjúna inn í þennan þátt. Ég held það. Heldurðu það? Já, ég held það. Ok, ég opnaði TikTok og þá voru allir bara, þessi bók er DNF. Hvað þýr DNF? Do not finish. Ég er svo ósammála. Ég var að læra nýtt bókaslæng, það er DNF. Já. For all the boogies out there. Ég er nefnilega að það eru allir in love with Kingfisher á mínu fórupeiti, sko. Sko, já, þetta er, mér finnst þetta að tví ekki, mér finnst þú ert bara in love eða DNF. Er það ekki með allar bækur? Do not fuck. Do not fuck. Með Kingfisher líka það. Það er DNF. Hvað er, ég skrifaði mitt niður, hvað er þetta, þú veist, þetta buggaði mér svo mikið. Hvað heitir þetta? Ég með þetta að skrifa þetta. Hvað er K9? Canines. Það eru þessu vampírtennur. Það eru vampírtennur. Ég var bara, er þetta fucking veiðihára? Þú veist, allir googlar í svona hluti. Ég veit ekki. Og ég var bara svona... Google is your friend. Já. Ef þú skilur ekki eitthvað orð. Ég var bara eitthvað... Það veit allir hvað canines eru. Ég veist ekki, sko. Og þá var ég bara, farið alltaf pínum frá ímyndum eins og kött. Og ég var, hvað er að gerast þetta? Nei, canines eru bara, þú veist, fangs. Já, af því hann var að tala um það svo mikið í, þú veist, fyrsta kynlífinu þeirra. Canines, og ég var bara, allt inn svo í veiðihár fyrir mér og ég var bara, já, ég var hvað að gerast þetta. Christ. En það var alltaf mjög, hann var alltaf að tala um bitið þeirra, skilur, sharp teeth and canines. Já. Já, þú varst bara veiðihár. Já, sko, af því að þú veist, það var ekki byrjað að tala um þetta að drekka blóðdæmi þarna. Þannig ég var ekki, þú veist, nei, ég var enga veginn búin að kveikja það tvent saman, skilur. Ok. Það er kannski að heyra eftir á það, nei, ég veist bara ekkert hvað canines var, það er bara sannleikurinn. Já. Það er að tala um svona canine hunda og eitthvað, skilur þið svona. Er það? Já. Er maður beita tennur þá? Já. Aldrei hýst það. Hundar og... Nú lærir maður eitthvað nýtt, sko. Já. Nú kann ég DNF og canines. Já, canines, ég held að allir vissu hvað canines væri. En mér fannst ógeðslega skrítið að heyra canine í svona bók sem á að gerast í ykkur öðrum realm, skilur við. Því mér finnst það að vera svona nútíma slang. Mér fannst allt, ok, já, ég veist náttúrulega ekki að vera slang, en mér fannst allt skrítið. Ég var bara, bítu, ég skrifa svo mikið niður, sko. Ég var farið það. Ég var bara, ok, fyrsta sem ég skrifa, ok, fyrsta lagi, það var alltaf ekki dramatized. Nei. Það var svolítið skrítið. Það var alveg skrítið. En svo var það alltaf lagi. Það var alltaf, það var góða lagi. Það vandist alveg mjög fljótt. Af því það eru líka 2 leikarar. Já. Að lesa. Og veistu hver gæinn var? Nei. Þetta er Reese. Það? Rhysand, sem sagt. Já. Akatar. Oh my god. Veistu, on the top of your head, þarfst þetta að googla, en veistu hver bókin kom undan þessi Akatar? Nei, ég held Akatar, sko. Ég held að Sarah J. Maas sé smá svona á undan líka Fourth Wing og því öllu, sko. Fannst þér ekki mikið af þessu? Sko, allir svona heimar eru mjög svipaðir. En þetta var svona rosa mikið. Já, og bara með shadows. Þetta var svona smá svona blanda Fourth Wing og Akatar einhvern veginn. Já, og þú veist, já, klálega. Þú veist hvað ég minna. Mér finnst Kingfisher verið svona blanda af Rhysand og Seirin. Svona stæltur og kannski smá Cassian úr Akatar. Svona stærri og svona, en já, með shadows, það er mjög mikið svipað, sko. Já, og líka þetta, þú veist, feitið að þau átt alltaf að hittast. Mates. Það tala allir inn í hausinn. Já, og tattúin. Var það ekki líka? Já, það var svona öðruvísi. Þetta var runes, en það eru runes í Fourth Wing. Já. Fourth Wing, já. En það eru tattúin bondið hana, þú veist, hjá Rhys. The Oath sem þau gerðu hana. Já, þetta er allt mjög svipað, mjög samlega. Já, ég var oft svona, hei, ég veit þetta. Þess vegna held ég líka að þú veist, þegar þú kemst inn heim, þá skilur allt miklu betur að þú ert búin að læra svona the groundworks. En mikið af þessu líka bara minnum bara Lord of the Rings og bara Game of Thrones og... Það? Já, með alltaf svo zombie-vampýrur og já, ok, þetta var líka bara eitthvað. Það kom mér óvart, sko. Ég skrifa niður bara, hættu með vampýrur. Já. Ég bara, nei, ekki vampýrufey. We got something new. Ég bara, hvað er, ég sko nýbúin að detta inn á vampýruvaks, sko, að horfa Vampire Diaries, þannig ég var bara, nei, þetta er, this is making this too complex, og svo var ég, fyrst var ég bara í kasti, svo vissi ég ekki að þetta er svona, stór partur þessu, hún bara breytast í eitthvað fucking hybrid. Ég var bara, hvað er að gerast? They're crazy. They're crazy for your little brain. Þetta er það. They're very crazy for my little brain. En ég skrifaði
Ok, fyrst sem ég skrifaði var alveg kast með skoska hreiminn. Herðu, já, kasti. Renfish. Já, ég var alveg í kasti þegar þetta kom fyrst. Mér fannst þetta svo fyndið. Mér finnst bara líka svo fyndið, af því þetta þú veist, bara sami gæinn, skilur við. Að lesa þetta, já. Og bara með skoskan hreim. Já, en hann var skemmtilegur karakter. Já, geðveikt. Ég elska hann. Ég elska hann, þetta var hann mjög skemmtilegt. Ég sá eitthvað á TikTok að var eitthvað að lesa bókina og manneskja var frá Finnlandi eða eitthvað. Hún var bara, ég get ekki lesið nafni Renfish að það því reyndir að prump á finnsku. Já, alveg rétt, ég held að sendi mér þetta. Já. Bara pældi ég að vera að lesa alltaf bara og einhver heiti bara eitthvað reyndir að prump. Já, það er ógeðslega fyndið. Já. Þetta er svo bullnöfn. Já. Ógeðslega erfið nöfn. Já, ógeðslega erfið nöfn. Ég var bara, hvað, þetta er svona bladbröður. Já, Talibi í þjóðlega og ég var bara, ég er alveg búin að vera oft bara eitthvað. Ég þurfti alveg að skrifa nöfnin niður og þau eru svona alls ekki rétt skrifið, bara svona, ok, þetta er Loreth, já. Bara, og svona muna hver hann er. Já, og það var nefnilega alveg erfitt. Að því hún svo vanar með dramatized og þá kemur einhver annar leikari. Og það er svona, miklu verið svona meira cast. En þarna er svona, það er ekki það mikill munur á röddunum. Sko ég meina, skoski hreimurinn. Já, hann var bestur, sko. Já. Ég er alveg samanlega mjög erfitt þegar Carrion átti að vera að tala. Ég reyndar að elska Carrion. Nei, ég elska, hann er bestið karakterin í öllu bókinni. Hann er langbesti karakterin. Langbesti. Elska Carrion. Ég skil ekki þetta, fyrst Kingfisher skilur frábær, en þetta er langskemmtilegasti karakterin í allri bókinni. Þetta er einu sem leið mér hlæja. Já, hann var líka fokkið fyndin. Og bara ég hef aldrei verið svona investið í einhvern side character á æfunum minni. Nei. Hann var bara langskemmtilegasti karakterin. Lang? Hann var líka svo, það sem kemur fokkdæmi, það var svo geðveikt. Og svo bara með besta plot twist ever. Já, bara, einmitt. Hann er bara the final boss. Já. Bara, og meðan allir er bara treated like bara side piece. Já, hann er bara að sofa, gera battles. Plöntu og... Já, að runga sér. Já. Bara alveg. Með alla dirty joke-ana og þú veist, hann var... Og svo þegar hún var að tala við Quicksilver first, með brandarann. Þegar hún bara, what are you doing? Og hún eitthvað, talking to him, oh, you look constipated. Já, bara svona litli kommentir sem voru geðveikt góð. Já, nei, alveg samanlega, hann var langskemmtilegur. Langskemmtilegur. Það er oft góðið side character, en þetta var bara svona, ég gæti lesið heila bók bara hans, sko. Já, ég er algjörlega sammála. Sko, svo fannst mér líka, ég skrifaði það, ég elska að það var eitthvað í sjokki sjá Álfæru. It's not normal. Af því að þegar hún fer inn í þetta, þeirra heim, ég held þessi heimur. Já, hann var ekki í sjokki. Nei, hún. Já, hún. Já, hún var í sjokki sjá Álfæru, og hún gæti Álfæru til, og ég bara, oh, thank God. Það skilur, þú veist, í öllum öðru bókum er allt búið að vera bara, já, drekar eru eðlilegir. Já, en það er alltaf known. Eins og ég akkurat var það vitað mér var svo gaman að það væri svona þetta var ekki vita þetta var svona myth þetta var bara svona heyrt en vissi ekki alls við heyrt málva þetta geta alveg til þannig mér fannst mjög gaman að hún var ekki eitthvað svo hitti ég bara the face og það var bara eðlilegt en svo að því að Carrion kemur alltaf þarna óvart þegar hún átt að sækja hana Hayden bróðurinnar hann var ekki það mjög sjokkir nei, hann var reyndar það ætti ekki að útskýra neitt bara leða þessum voru sprites að baða mig Vákum var ekki að kveikja það. Nei, ég kveikti ekki neitt hann myndi vera eitthvað bara geggjaður gæði, sko. Eða bara eitthvað, bara air. Já. Ég var alls ekki þar. Nei. Og svo þegar hann var þannig, þú veist, þannig í endan bara eitthvað, við með Malcolm bara eitthvað æsa í honum. Og þau voru eitthvað svona tala með bara hvað er hann að gera? Ég ok, það er að fara, hann er með eitthvað upp í slíf. En little did I know að hann var bara, Veist ekki við að tala, og hann bara svo, bara öll kommentin hans þú veist, þetta er svona, allir get serious og svo kemur hann. Já, hann var breath of fresh air. Já. Mjög mikið, já. Ég líka, sko. The best character. Já, og svo líka, hvað heit hann? Archer. Ég elska hann líka. Svona mjög mikið side character, svona the fire sprite. Já, sem var svo tala, sem var fyrir utan herbyggi að passa upp á rabban, hann. Ég sá bara eitthvað svona Dobby. Ég sá eitthvað þannig líka fyrir mér. Eitthvað Dobby, en samt svona eins og svona með svona eldi einhvern veginn upp úr hárinu eitthvað, ég veit ekki, ég var svona að reyna að googla út margt bara hvernig fokkanum eiga þau að líta út fann ekki neitt. Nei, en ég sá einmitt fyrir mér svona creature svona Dobby eitthvað mini-elves og ég skildi ekki alveg, þú veist misti ég á ykkur, var eitthvað plott með hann ref það var ekkert plott, nei, það var bara svona side character bara svona krút, hann var krút mjög sætur, hann var svona mjög stór svona fyrirluta bókarinnar svo bara Já, ég var alveg bara að gleyma hann í lók bókarinnar. Já, þannig að maður var svona...
einmitt. Nei, þú myndi mig bara á með því að tala um hinn, því að hann var náttúrulega passan hann eitthvað. Einmitt. Já. Já. Svo skrifa ég niður hérna, nei, hættu með blóð kynlífs vampírudæmið. Þetta er alveg giving smá true blood, sko. Það. Þannig að vampíru, þá hérna er það alltaf að sjúga blóð á meðan þau eru að stunda mög. Það er svona extreme euphoria dæmi, bara svona. It bites me. Hvað? Já, bara, þú veist, hvað er þú? Akkur vilt þá að hann býti þig, skilur? Ég skildi það ekki alveg. Myndi hún ekki þá upplöðu þetta líka? Jú, hún gerði það. Já. En þú veist, að því að hún var svona fyrst einhvern veginn, ekki. Svo bara, ég veit ekki, það er alltaf eitthvað svona kink, Já, sko. hún var alveg bara... Það var mjög obvious, svona mjög snemma, þú veist, mjög obvious, mjög snemma, bara að þetta er their love story. Já, það er alltaf þannig. Mér finnst það, maður veit alltaf hver er að fara að vera. Það var svona easily Já. their love story, skilur. Það var ekki... Nei. Þú veist, ef ég hefði skrifað bókina. Þau hata hvort annars smá fyrst, sko. Já, bara smá. Þú veist, ekki alveg nógu lengi, sko. Nei. Ég vilja meira eitthvað svona flakka á milli. Carrion og... Já, okkur gerði hann ekki meira með Carrion. Já, ég veit alveg það. Ég vilja hann bara láta skrúpa hana strax, en hann alltaf vissi strax að she was his mate. Já, hann vissi allan tíma kannski, já. Hann vissi allan tíma, bara frá því að sá hana hjá The Queen. Hann bara haldið það. Þetta er rosalegt, sko. En hérna, ég skrifaði hérna líka, ég var alltaf bara að skrifa eitthvað random, já. Já, ég líka. Ég skrifaði hérna bara fucking zombies, að ég hata zombies, ég er svo hrædd zombies. Og þá kallaði það theaters, skilur ég var bara, nei, ekki zombies inn í það. Allt í henni komið hann inn í herbyggið, bara inn í gluggana. Ég var bara, nei, zombies, what the fuck? Og þarna var ég samt bara svona, ok, þetta er ekki lengur nákvæmlega sama akkur þar, eða þú veist. Já. Það var ekki eins svona, það var komið, ok, gefið það var pingu nýs. Já, vampirinu líka, nýs. Já, það var ekki komið þarna, skilur, þannig að það var bara, ok. Já, ok. Já. Og líka face með K9, skilur, það er alveg, I've never heard that. Já, nokkulega. Alveg með eyrun og tennunar. En svo líka oft verið eitthvað svona vitna í svona, þú veist, svona stór creatures. Já. Og fyrsta sem var talað í minningunum minni, nú veit ég ekki hvort það ég hef mist af ykkur, en var eitthvað sem var í vatni. Það var zombieanir. Það voru, já, feeders. Það voru feeders. Já. Það var svona risa leik sem var frosin. Já. Og þeir eru að komast yfir og þeir eru að drepa á Malcolm stóðan alltaf hinni megin. Já. Svo var bara þarna fucking kóngulóin. Já, kóngulóin, til hann ókslega maður. Já. Ég var líka bara þrútin belli. Ég skrifa bara, kónguló? Já. Really? Það var hans að þig kónguló. Nei, það er svo bara partfey og bald head. Ég bara, hvað er það að lýsa? Þetta var bara eitthvað, þetta var dímon, segðu þau. Já, þau sögðu eitthvað svona spider-dímon eitthvað. Já, þau eru að reyna að útskýra hvernig þetta lítur út. Ég sá þetta er eitthvað mest fyrir mér. Oh my god, bara, ég var bara eitthvað svona, þetta er eitthvað risa kónguló, ég sá ekki fyrir mig beint kónguló, svona mannesku með bara útlims, bara risa ókslega útlims og bara hólur í augunum, engin eyru, risa svona ringmunn með svona hákalla tennur svona inni, skilur og þegar hann talaði þá reyðist ekki varirnar, það kom bara kókin á hann og ég var bara, this is nasty. Já, very nasty, sko. Já, ok, þetta spider, bara þú veist, ég er svo literate, ég er bara svona, ok. Já, ég var fyrst bara gátt, erum við að tala um spiders, bara spiders, svo var þetta eitthvað eins og, ég sá fyrir mig svona smá Dementor og Harry Potter, hann svo sígur, skilur. Já. Þannig nema bara miklu mér skrimsli með svona geðið út þaninn maga. Það voru ekki þá með 8 fætur? Jú, eitthvað svona limbs, sem hann skinnir það, þú veist. Já, ég er mjög spennt að sjá hvernig þetta verður portræðað, þessi creature. Verður þetta eitthvað? Þetta er spóla. Netflix er búið að kaupa það. Oh my god. Það var verið að bara berjast fyrir þessu, sko. Og Netflix bara, þeir lendið einhverjum 7-figure deal. We're gonna see it on the screen, sko. Oh my god. Mér finnst það, þú veist, er ekki flestar svona fantasy-bækur sem búið að lesa, er ekki búið að kaupa flestar? Jú, eiginlega allir sem við erum búið að lesa. Já, það ekki. Búið að kaupa Fourth Wing. Ég man það ekki alveg. Kannski var það svona in the talks, en það er búið staðfesta þetta. Það er búið staðfesta þetta? Já, og hún er bara, þessi Callie Hart, rithöfundur, hún er bara út um allt og það er alltaf verið að spyrja henni bara hvert sástu fyrir þessum castið og eitthvað þannig, bara... Er hún að gefa eitthvað upp? Hún gaf smá upp. Hún sagði eitthvað, þegar ég skrifaði Kingfisher, þá sá ég fyrir mér, bear with me hérna, sko. Hún sá fyrir sér Timothy Chalamet, já, blandaðan við Adam Driver
veit ekki hvort það muni ykkur Adam Driver, gæinn sem ég elska sem að leikur í Star Wars. Nei. Hann smá líkur Snape. Þú veist hver það þú sér þann. Já. Og þetta svo alls ekki típur sem ég sá sem, hún sagði að þeir blandaði saman. En svo var einhver, Aaron Taylor John, minnum hann heitir, sem hún, líka mjög spennt fyrir sem hann. Þetta svo alls ekki maður sem ég sé fyrir mig sem Kingfisher, sko. Aaron Taylor Johnson. Þessi? Já. Hvað hún? Já, nei, sko, það allir að segja að þetta sé Kingfisher. Finnst þetta ekki skrítið? Ok, ég sá svona aðeins betri myndir á hann. Já, en gæinn á að vera eitthvað seven foot eða eitthvað. Að ég sé bara miklu meira fyrir mér, það var margir búin að tala Henry Cavill líka. Ég sé það frekar, en Henry svona, kannski orðin full eldri, heldur en hann á að líta út, ég veit það ekki. Það bara Superman, eða veit ég hvað það og hann leikur líka The Witcher. Þú veist, Já, Hann búin að vera að leika í, Ég skil alveg þennan kannski Já, betur. ég skil það frekar. Hann búin að leika í The Witcher, sem eitthvað svona... Já, ok. Sé þetta alveg fyrir mér, en kannski frekar núna bara sem Malcolm. Já, út af selulita hárinu, sko, já. Satt. En já, ég sé samt meira svona Malcolm fyrir mér, eitthvað svona Scandi með svona bleached eyebrows og eitthvað. Já, svona meira svona eins og pappans Drake. Nei, Drake. Já, Draco. Já, Lucius Malcolm, já. Lucius. Nei, ég sé meira svona Scandi, svona... Meira Scandi? Já. Svona meira slim. Já. Ég skilji. Ég veit ekki, svona Alexander Skarsgård típan. Já. Veist hvað ég nefnum bara alveg bleached platinum. Ég veit kominar. Já, svona Já, það geti alveg verið, sko. En já, svo fyrir... En þú veist, ég meina, Kingfisher, og það væntalega coverið That's Supposed to be Him. Nei, sko, hún hatar þetta cover. Það búið að gefa út nýja cover. Og þetta cover throws everybody off. Skiljanlega. Já, þetta eiginlega glata cover. Þetta glata cover. Það vera barnabók þegar ég horfa á þetta cover. Já, það bara gaur en hún hægt að gefa út þetta cover, sko. Hvað núna? Það bara, stendur bara Quicksilver. Nú, ég skil. Af því það voru allir brjálaðar yfir þessu. Ég skil það alveg, þetta alveg fórlega. Því ég var alltaf svona semi-imagining this guy, og það stemmir ekki. Ég sé hann ekki fyrir mér, sko. Alls ekki, sko. En þú veist, það er svona fannst mér, ég átti erfiðleika með það cover. Ég sé bara eitthvað AI shit, sko. Já, ég líka. Þú veist, ég sé allt þetta, ég sé alla þessa heima bara sem AI. En það er svona líka bara eins og við erum að tala skilur þetta, þú veist, þessi demon spider creature skilur, með hjálp AI þetta fyrst. Já. Verður ekki svo öðuldra að gera þessar creatures, þú veist, að þið búið að kaupa þetta. Já. En það verður að tala fyrir hana, það Eve, ég skrifur þetta örgulega vitlaust, Eve Hewson. Eve Hewson? Já. Hvernig sást þú hana fyrir þér? Ég veit, ég sá hana, þú veist, ég var búin að sjá AI og hún væri alveg svarthærð og svona get dark eitthvað. Ég sá hana meira samt fyrir mér bara svona svipað og Farrah, skilur. Já, ég líka. Svona ljós kastaníu brúnherða einhvern veginn. Ég líka. Ég náði ekki að sjá hana fyrir mér svona með svona dökkt hár og ljósa húð, skilur. Nei. Að því hún kemur úr líka svona Sand City, þá sá hana fyrir mig ekki að tama það fyrst og eitthvað svona þannig. Einmitt. Og þetta bara svona alls ekki karakter sem ég sá, en ég er einhvern veginn, sá hana minnst fyrir mér. Sammálaður, sko. Ég held að hann bara líst minnst. Já, og var aldrei að vera eitthvað guðdóma hana, eins og hún guðdóma Kingfisher og eitthvað skilur. Og ekki svo, þú veist, einmitt, og hann var ekkert mikið að svara tilbaka. Nei, við erum náttúrulega aldrei að sjá líka hans pov eða eitthvað þannig. Nei, einmitt. Já, reyndar, já, þá heyrum við hvað honum finnst, já, satt. 100%, en nei, við heyrum náttúrulega hann, en Cassian, honum var alveg líst alveg rauðherður. Já, Carrion. Cassian, já. Cassian Svo þetta er alveg Já, en það er alveg, þetta er mjög svipun Já, Carrion, já. Já, hún var líst mjög mikið. Já. Carrion Swift. Og hann alveg, þú veist, rauðherður. Já, því þú veist, við hefum svo oft talað í bókabóðinu, þú veist, alltaf eitthvað svona, the main character, alltaf rauðherður, so gorgeous. Já, það er alltaf. Já, það er alltaf stelpan, skilur. Já, nema í Akkurat líka, Lucian. Já, Lucian, já. Já, það er alltaf ykkur rauðherður berry, sko. Já. En ég sá ekki fyrir mig Carrion fyrst, ég bara svona visti að því. Já, ég myndi bara rauða hárið. Ég veit ekki af hverju. Já, ég sá fyrir mér þegar hún var hana í bænum sínum hana, in the third, þá sá ég bara fyrir mér svona smá svona Lannister típun, svona blond og gett svona cocky. Já. Svona, eitthvað. Já.
Ég sá aldrei fyrir mér Hayden, bróðurinnar. Ég sá hann fyrir bara svona lítinn, svona með krullur dökkarðan strák. Já. Pældi, hann var ekkert meira partur. Nei. Hún var alltaf að tala En það hlýtur að vera þá bara partur 2. Já, það er að koma henni bók bara núna 15. november. Hún er ekki komin? Nei, hún er á leiðinni. Ok. Hún er Brimstone. Hún er á leiðinni. Þannig að já, þú veist, það er náttúrulega fucking shit load of stuff sem gerist þannig endan. Já. Sem er bara hvað, hún er bara fyrir að vera the queen og eitthvað. Já, það var bara svolítið pakkaður endir. Já. Það var mjög, og það sem er líka voru margir á TikTok sem ég var að skoða, sem voru DNF. Ég held að hún voru ótrúlega lengi að byrja. Já. Lengi að, þú veist, koma sér svona en þú veist, það er stað, en jú, það þarf alltaf að lýsa og eitthvað, já. Þú veist, ef þú ætlar að lesa fantasybækur, þá getur ekki búist því þessi 100 blaðsíður, sko. Þetta er bara heimur sem það þarf að kynna. Þú getur ekki farið bara beint í endan, þú veist, það þarf að vera svo mikið bilda. Já, ég er sammála, en ég held að kannski, ég skildi bara ekki. Ég skildi ekki Quicksilver koncepti. Með að það talaði og eitthvað, já. Það var alveg flókið, sko. Mjög flókið. Það eru Quicksilver pools. Já, sem eru svo svona stundum var portals. það í auganu. Nei, hann er náttúrulega infected by the Quicksilver. Inn í sér. Já. Þannig að það er eitthvað svona sem er að fara að drepa hann eða gera hann out of his mind in the end. En þetta er eitthvað þetta er eina sem drepur þessa zombie-vampýrur, þetta Quicksilver. Þess vegna vildu þið fá það inn í þessu vopn. Þegar þá getur þið drepið á. Og hún hefði getað að tala við þau og sagt þeim að fara inn í vopni. Hún reyndi það, en það virkaði ekki. Carrion, hann lætur hann að fatta það. Já. Og núna veit maður akkur hann vissi það. Já, hann gangur pröfum að spyrja þau. Já. Bara make a deal. Og hún var bara, það er galið að mynda að virka. Þetta vissi hann það. Já. He's been for 1,000 years. Já, bara. við hefum kannski bara catch on earlier. Já. Ég var alveg árið The Blues. Já, ég líka. Ég held að það var að því að hann var svo mikið fuckboy. Já, það var bara svona, hann er bara að segja eitthvað. Já. 100%. Já, þeir náðu mér alveg þannig með hann, sko. The best surprise. Já, ég sammála. Það var eiginlega best surprise. Líka þegar hann fekk sverðið sitt, bara Simon. Já. Allir með ykkur rosalega nöfn á sverðan sem bara Simon. Hann er bara fucking around, sko. Já. I've done this before. Já, bara for thousands of years. Já. Líka þegar hún vaknar eftir hann að hitta Guð og eitthvað. Og Carrion kemur inn í herbyggjarna og bara, I've known you since I was 7. Hann bara, I've known you since I was 1040. Já. What do you mean? What the hell? Nei, það verður sko. Svo líka verður who were the ones that knew? Only your grandma. Well, she wasn't my grandma. Was she your grandma? So it was kind of complicated relationship. Við kynnast þegar hún er barn og eitthvað. Nú verður hún bara gömul. Og hann it's always kind of hard when people age. Já, Pildið ekki það er erfitt. Já. Hann var bara, þeir eru bara eitthvað thief. Það var líka alltaf að vera, þú veist, ofta hún talaði Carrion, þá bara the thief. Sá hann ekki eitthvað þannig thief eða einhver svona hún líst honum oft sem, þú veist, þegar hún var að tala um hann the thief í staðin fyrir að segja nafnið hans, ég held bara, ég held að það var líka svona til þess að þróa þessu off en þú veist, það make a sense en ég sá líka á TikTok og fannst gett mörgum svona huge þegar, þú veist, Kingfisher sagði nafn hennar og ég veit meininguna, skilur og ég veit okkur hann kalla hana frekar hana Little Osha en mér fannst það ekki svona huge en ég sá bara fólki á TikTok fannst það alveg bara svona það sem er auksins námið hennar ég var ekkert eitthvað heldur eitthvað að pæla þannig í því sko. Nei maður svo vunið að segja með bara nicknames einmitt en það var svona þegar að Carrion kalla hana Sunshine don't call her Sunshine súrað, hún var alveg en vissi Kingfisher af Carrion? Nei, það vissi enginn Nei ég svo, þú veist, að því hann sótt hann já, óvart samt já, ég veit hann, ætlaði að taka heit en skilur hann vissi þetta enginn nei hann náði bara eitthvað að láta sér slæta með öllu já sniður já, mjög sniður líka þegar áður við vissum hverju hann var og eitthvað þegar þau fóru hann upp í loftið þegar Avril Lavigne hann datt niður loftinu já og hann fór upp og það var eitthvað leik og drukknaði næsti og hann var næsti dáinn ég var bara nei, ekki drepa Carrion nei og þá svo fyndi hún hvað sá hún bara if you die I'm gonna tell everyone in the third that you were the worst lay ever og ég var bara það er svo típist að hann vakni og segja bara don't you dare eitthvað, that you wouldn't og svo gerist það ég bara that's my Carrion
bara það versta sem það getur sagt Já, mig. what the fuck are þeir? Já. Nei, já, ég veit ekki, að því að þú veist, að því að raun og veru hefði Kingfisher þá ekki þurft að bjarga honum. Nei, Fattar þau? nei. Þannig að það er smá svona, þú veist, En hann hefði samt þurft að eiginlega koma. hann hefði alltaf þurft að Já. koma og hann hefði getað gert það sjálfur. Hefði hann getað? Var hann ekki fastur á hana? Ég skildi það ekki heldur, sko. Nei, ég skildi ekki. Mér finnst þess að þau getur flakkað á milli. Já, ég veit ekki með hann, af því hann var, þú veist, doomed í human land, bara eitthvað, fastur þar. Já, kannski var En hann var einhvern veginn ekkert sjálfur heldur að pæli, hann sagði þetta bara til að protect Hayden, basically. Já. Þess að komið, hann vissi ekki eitthvað að þetta væri his destiny Nei, heldur, hann er bara eitthvað living. Já, maður eitthvað ennþá að pæli þessu. Já. En já, þetta var, hvernig fannst þér hún? Mér finnst það fín, sko. Já. Mér finnst þetta ekki besta fantasybókin, Nei, ég er mjög sammála því. en mér finnst þetta alltaf læg, það var svona öðruvísi twist og þú veist, þegar ég heyrði að gæinn héti Kingfisher, þá var ég bara glætan að ég er skotin í einhverjum Kingfisher. Hæðilegt nafn. Já. En já, svo var hann bara geggjaður. En svo var hann ekkert kóngur. Nei, hann heitir Ég veit það. Kingfisher. Mást það líka? Það var svona eitthvað Flókið. Já, það var svona stjúpbatn einhvern veginn. Já. Mér finnst þetta alveg góð bók, sko. Ég hlustaði hana á engum speed, alla. Og ég var alveg invested. En Já. það var alveg smá flókin, af því að þetta er svo mikið þetta Quicksilver dæmi og ég var alveg ofta að spóla tilbaka því ég skildi ekki Já. eitthvað. Ég held að það var alveg gott svona stundum að lesa með. Já, Bara af því að þá sérðu hvað er að gerast. Já, ég held það, sko. Að því að, þú veist, ég gat valla haft spýt í gangi. Nei. Þú veist, og sérstaklega ekki í byrjun, sko, þegar maður er, þú veist, er Já, að kynnast öllu. Já. Og þá var ég bara svona, ég þurfti, þú veist, og ég fann svona ef ég fór kannski upp í 1,2 sem ég svona yfirleitt með alla bækur á 1,2. Þú veist, en það er literally ekki eins og sér neitt hraði í gangi, finnst mér. Þú veist, þegar maður með 1,25. Já. Þú veist, það er svona valla. Þú getur líka custom að spýta á Storytel. Já, en þú veist, og 1,25 er minni hik og eða svona. Já, það er bara pásur, það já. er svona aðeins minni pásur. En ég stundum fann mig þarna samtali svona, nei, ég ætla samt að vera bara í einn. Já, ég Og var bara allir tíman í eitt, og sko. hlusta. Ég held ég væri með í eitt kom eitthvað. Já. Svo var ég, nei, ég bara hlusta allar bókina svona. Já. Og það er erfitt að taka þessar á speed, sko. Já, og Ég get þetta er hlusta á svona venjulega bækur í 2 speed. Já, en þessi var líka að það var svo mikið eins og við talum, þú veist, það voru hérna einmitt feeders, þessi þú veist, svo mikið af alls konar. Já, mikið introduction í einni bók, sko. Já, mjög mikið, sko. Þannig að þetta var flókið for my brain. It was. Hvað var fólk að segja á Storytel þetta? Í comments þá, eða? Já. Það ekki. Var að kíkja á, veitum. Ég seti smá líka fyrir Tipos Besties. Já, við kíkja það fyrst. Já, þetta er ekki mikið heldur sem er komið, ég setja bara inn á þann. Fyrsta er neikvætt, það er rómansi var skelfilegt, ekkert romantic, sögþráðurinn var ennverri. Ok, en svo kemur Loved It, Kingfisher, svona svitna kall. Annars er konceptið á þessum heim bara yfirhöfuð amazing. Svo er sagt hérna Carrion Swift og plantan hans. Ángreins. TBH þoldi ekki hvernig þau lásu Anarath Moore. Vá hvað ég samla. Anarath Moore. Þetta er óþólandi. Og þau bæði og stundum ekki einu svona í takt. Ég var bara, nei, að hætta, I get it. Já. Að þetta var líka ekki dramatized, svo stundum voru að gera svona dramatized hluti. Já. Ég svo, Þetta, sko. Carrion Swift baðaður af Water Sprites. Já. Það var iconic. Mjög gott. Basically allt með Carrion Swift. Ég er bara sammála. Já. Ég er mjög sammála því. Carrion, I love a girl with sharp tongue and a bad attitude. Já, hann kind of makes my dick hard. Já. Með hann að gelluna, pirrandi gelluna hana. Já. Góma pirrandi. Kingfisher, kongur, blöytukall. Fólk elskar Kingfisher, sko. Já. Ég er líka búin að fá, þú veist, það er búin að setja í story. Það er allir bara, oh my god, ertu ekki að elska þessa bók? Jú, ég setti í story að fengi Kingfisher og bara upprónumverki, ég er bara svona, ég er meira Carrion. Já, ég er ekki svona ástöngin að Kingfisher, sko. Nei. Hann er ekki resent fyrir mér, skilu. Nei, hann er ekki resent. Allir eru bara, resent who? What? Hvað mistu það okkur? Ég veit. Það kemur óvart. Já. En greinlega bara, þú veist, resent er meira svona romantic kind of guy.
og hann svona leifir henni að gera allt sem hún vill, skilur, við erum að tala akkurat það núna, en þessi bók þá var hann alltaf að bannin allt, skilur. Já, einmitt. Það svona, já, munurinn kannski. Já, já. Ég veit ekki, það eitthvað við resent, sko, his wingspan. His wingspan. Já, en Kingfisher var alveg, ég gef hann alveg hot, sko, flottur og þetta og góður ræðurnar hans. Já. Smá svona dark and twisted. Já. Algjörlega, og það var alveg skemmtilegt, sko. En ég bara... En auðvitað var hann huge. Já, alltaf massive. Huge. Það alltaf huge, sko. Ég líka bara svo, þú veist, ég var að hlusta á þetta og það kom ég eitthvað svona, of course. God give me það. Já. Það þurfum ekki lengur að segja. Nei, þið getur sleppt í. Já. Það var mjög gott, sko. Já. En mér var samtekunni en smötti í þessari bók ekki vera svona eins detail og í mörgum. Nei, sammála. Það var alveg bara svona frekar bara svona... Þau voru líka ekkert oftaði. Nei. Ég held Ágúst bara svona Já, bara komið 3 ára eða eitthvað. 3 ára, já. Fyrst var þetta bara eitthvað svona hand in hand, svo byrjaði þetta eitthvað aðeins meira. En þetta ekkert eitthvað að sprengja gluggana. Nei, þetta nefnilega ekki þannig. Eller svona lightning sig bara úti. Jú, það kom reyndar eitt komment folds. Hvað er það? Folds. Between my folds. Mér finnst bara alltaf að finna þetta sagt, ég held. Akkurat, alltaf líka þegar þessi atriði kemur þá einmitt í rektinni, ég ætla bara. Já, það var alveg í kringlunni, sko. Já, það var, heyrið það sem ég heyra. Og svo heyrið svona, í er bara svona... Nefnir að batterisleis. Já, bara, villu kannski svona, ef þetta byrja að spila sér upp á, það getur sagt hvað það stóri til að gera það ekki. Þau dóu síðan. Og það byrja ekki að spila upp á, það bara my worst fucking fear. Af því ég alltaf in public þegar það smött. Þegar það svona eitthvað fairy smött, sko. Já. Eða dark romance. Já. Já. Það einmitt, ég veit alltaf hvað ég er á assault bækinu á meðan, alltaf. Já. Ég ætla bara, holy fucking shit. Og bara svona, alveg róðna og flissa bara, heyrðu því þetta líka? Þetta er hræðilegt. Já, þetta er hræðilegt. En svo þegar ég er heima, þá bara eitthvað mjög flókið og pólitískt að gerast. Já, flókið og pólitískt, ángríns. Ég gæti verið að gera það í ræktinni, þá ég ekki í símanum með eitthvað annan distraction. Og þá kannski Gunnika byrsta og ég bara býttur að reyna að skilja þetta, okkur að reyna að ná í þetta coin. Já, the coin. Já. Hún þurfti að lenda on the floor. Já, þú veist. Og svo það inn í kóngulóni. Já, einmitt. Og ég var bara, hún típa svo hún vakni. Já. Og líka, hún lifnar aftur við að verið minni eitthvað. Það var ógeðslegt. Ég var býttur að það myndi gerast. Það kemur bara svona pink og lítil svona creature. Já. En það átt að gerast, skilur. Einmitt. Akkur að segja okkur að það gerist ekki. Nei, einmitt. Það var svona hlutir sem er svona, kom fullt upplýsingum sem ég hef ekki þurft við það. En kannski kemur það þá í næstu bók. Hún potið tar eitthvað. Já, pink og lítil eitthvað. Lítur að vera. Það lítur að ekki vera, sko. Já, en jú, þú veist, ég ætla að sjá hvað fólk var að segja á Storytel. Hætt að hlusta. Komin 80% gegn, gat bara ekki meira. Karakternar svo unlikable og samsögur þar í öllum öðrum romantísbókum. Og romantasy? Er það fantasy þá? Romantasy. Sem er romance fantasy? Já, þetta er þetta gott orð. Já. Romantasy. Er það eina komið? Nei, svo er fínt ævintýri pínu fyrirsjálegt. Já. Hvað er það? Nei, þú veist, ekki með... Ég sá ekki fyrir mér eitthvað vampírudæmi og hún myndi taka hausinn á honum og eitthvað bara... Nei, þú veist, reyndar ekki... Og var það the queen of fays and vampires? Það kom mér alveg mjög mikið ávart vampírudæmi, sko, en... Ég var alltaf að býja þegar það myndi breyta henni í fey. Já, bara, hún verði fey. Já, 100%. En svo var hún bara hybrid. Já. Mjög góð, gati ekki að hlusta, smötti, spennandi og bara mjög góð yfir höfuð. Þessi kom sko óvart, tilvalin hlustun fyrir roman, fantasy, dark romance, pínu smötti, hljóðbókar aðdáendur. Skemmtilega karakter, þó stundum fyrirsjálegir, en sögurþráin kemur á óvart. Svo er það, 4. Ég var að býja til dregun samt. Í alvörunni. Já, því það var að tala um það. Já, ég var bara svona, ef það bætist ykkur ennum meira við, þá bara alveg. Þegar það var að tala um það, þá var það bara svona hlítur. Þegar þau voru inn í the coins og það var að reyfast, ég var bara, nú kemur dregi. Að þeir eru alltaf inn í svona coins. Já, reyndar er alltaf Já, ég var bara hlítur að vera, að þið voru búin að tala um að þeir, the dragons and the witches, eitthvað. Já, einmitt norðinnar, já. Svo bara guð. Já, það var rosalega. Já, ég var bara, erum við í himnaríki? Nei, the god of chaos. Já, hver er the god of chaos? Can I meet him? Já, ángríns. Bara, god of chaos. En svo var hann bara svoandi allir tíman.
Já, og hún gleymdi öllu. Ég held að hún hefði actually verið dregin í burtu af Ég held það líka. Kingfisher og ég held að þetta var alvöru. Ég líka. Því hún var í höndunum á honum. Já. Svo kemur eitthvað invisible. En var þetta ekki alvöru að hún bara var að láta hann gleyma því? Hún er búin að fá minnin tilbaka. Já, svo var hann bara sagt það. Já, en ég held að hún fór bara í draumnum sínum að hitta hann. Ég held að hún fór ekki physically. Þeir hefði alltaf verið bara hvar varstu, skilur. Satt, já, en þetta gerðist samt, já, en þetta var í... in the head, eitthvað annað conscious eitthvað. Eitt sem að, Ekki bæta við conscious. Conscious er alltaf... Nei, ég er að tala um ekki bæta við fleirum stöðum. Nei, það er svo mikið. Kíkt í heimsókn á. En byrju, það var eitthvað sem ég hugsaði líka, með hann gæja hana, sem breytti henni. Talladare Days, Talladare Days, sem var bara... the baddie, skilur bara Malcolm's second hand, hann breytti henni, þannig ég er að hugsa ætli í næstu bók verði eitthvað bond svona creating bond, já það er alltaf svona vampýrum þegar sá sem törnaðir, skilur já, ég er þetta, kann það já, þú kann það, þannig að þú veist og líka hann kemur að eitthvað hann er fyrsti til að hitta hann að hann vaknar og hún er eitthvað svona smá nakin eitthvað og samt bara svona, oh my god, hann er the villain eitthvað, ég ætla að reyna að drepa hann svo bara, oh my god, ég er nakin og hann svona snýr sér til hliðar eitthvað ég er bara svona, þetta svona næsta tvist, skilur þau þurfu að vera eitthvað smá bondage svona við veit það ekki það var þetta skemmtilegt, sko já, það er smá giving True Blood, ég veit ekki hvað það er bækur og þættir það var svona tveir gæjar, sko já það geti alveg verið, það geti alveg 100% verið, já, það er alltaf ekki bræður nei, það er ekki bræður, það er náttúrulega í sum bækum, sko, bókum já. Nei, já, já, það ég einmitt, að því að hún alltaf fyrir á svona smá power rank núna, er hún þá ekki núna er hún herra setti Kingfisher já, hún er bara yfir, að því hún draf Malcolm já. Þá er hún yfir bara í hans já. Bara sæti, sko og hún er núna Fae og Vampire þannig að hún geti bara bring them all together það var rosalegt, hún var bara human já, mitt bákulega til að sjá hvernig þið ætla að gefa þetta út í einhverjum þáttum, sko. Ég held að þetta sé bíómynd vá það sýndist það að þegar ég fór á TikTok held mynd fyrst þetta var þetta svo bara the movie það var eitthvað stóð eitthvað þú veist útgáðdag, eða þú veist ár nei, það lítur að vera langt í það, sko það með að bók nummer 2 en þó bara á leiðinni, sko já, heldur þetta verið kannski ein bíómynd með báðum nei, ég held ekki nei, það geti ekki verið, þessi var svo pökkuð já, þetta að svona bara mannst með Game of Thrones, hvað það var lengi alltaf að koma út með svona mikið CGI dæmi það er alltaf að fara að taka svona 5 ár, sko já, nýla búið að kaupa það, hvenær kom þessu út það er góð spurning ég er ekki alveg viss en mér líður þessu til svona frekar nýlega já að því, já, veit það ekki Quicksilver hún var released oktober 2024 ég veit ekki hvort að það sé bara hljóðbókin nú ég sjá, veit þið 2024 published bá já í oktober eða, stendur eitthvað hvenær nei, júni já, ok, hún kemur í hljóðbók hérna já, váká hún er ný, hún er sem fyrra já það þá mjög langt í það er crazy að þessi strax búið að kaupa réttin á henni og eitthvað já, af hverju líka þessari svona að því ég verð að segja, þú veist hvað var orðið sem hann kom með, romantasi þetta er, þú veist, örugglega síðasta romantasi sem að ég hef tekið þátt í já, þú veist, ég var freka til að sjá Fourth Wing og okkur þar, sko ég er talað það, sko en kannski það bara svona kannski er sárithöndur, ég veit held að Sarah J. Maas er búin að selja það, ekki? Jú, við höfum alveg tekið fyrir kannski var það ekki, en kannski var bara svona mikið debate ég held að þeir séu líka ógísla pikki rithöndunir á hver fær réttin og hún er kannski bara, ég gaf út þessu bóki fyrra og Netflix vil kaupa það á 7 figures kannski, já, náttúrulega, kannski, já það getur verið Netflix reynir náttúrulega bara að kaupa allt sem þeir geta já, bara ángríns. Þannig, já. En ok, það er bara hvað við eigum bara framundan. Þú veist, þið getur bara gefið ykkur ef við gefum þeim, því ég held að alla bækur sem við höfum lesið romantasi að ég held að við höfum alltaf tekið fyrir að þessi ykkur búin að kaupa réttin. Já, en ég man ekki eftir að það var svona staðfest. Nei, en það sem ég ætla að segja er að, þú veist, gefum okkur þetta að tekið þau 7 ár að framlega. Já, ok, það er alltaf mikið held ég. Ok, kannski 5. Já. Það 5 sig kannski með klippi og öllu, skilur 5 bara frá deginum í dag og svona útgáfu. Þannig að ef við gefum okkur svona árið 2030, sem er eftir 5 ár, crazy,
vá hvað verður mikið af svona myndum í gangi. Fourth Wing, það er búið að kaupa það. Amazon keypti það. Alveg rétt, já. Tjekka Akatar. Já, ég er ógeðslega spennt fyrir því. Já. Ok, gaman að vera svona, ég las bókina. Bókin var betri. En ég þyrfti alveg að rifja upp svo þetta myndi ekki allt renni í eitt. Já, á ángríns. Maður, þú veist, myndur að renni við bókina aftur, sko. Já, svona. Eða bara að lega svo, já. Hvað er mér? Ég skrifa actor movie. Akatar. Akkur náðu ekki að skrifa það? Akatar. Þannig að, sko, ég elska bara svona þegar maður er búið með bækunar, svona fantasy bækunar, geta farið og TikToka bara allt. Ég veit að það, nú á ég eftir að fara að gera það. Það er ekki komið neitt með Akatar. Það er ekki komið neitt með Akatar. Ok, hún hlýtur þá að vera bara svona, vera svona hörð á þessu. Já, ég held það. Ég held það líka. Já, hún er pott bara að leita réttus, sko. Það er bara margir búin að vera að reyna að kaupa þetta, syns mér. Já, það er að sína það rétt. Þegar við erum báðar greinlega Carrion fans. Sjáðu hvað hann er sætur hérna í AI-inu. Ég sjá Carrion. Ok, mjög rautt. What a sprite. Já, ég skotin í honum. Mér finnst hann miklu meira heillandi. En það er verið að sko tala gæjan og Riverdale fyrir hann. Nei. Don't disappoint me, Kelly. Nei. That is not an option. Nei. Nei. 100% ekki, sko. Hvað myndir þú sjá fyrir þess? Þetta þyrfti að vera eitthvað með svona alvöru riss. Svona karisma. Já. Það, sko, en hún sagði líka hún sjálf, hvað var það? Nei, það var einhver svona fan sem sagði það og Kelly, rithöfundurinn, var bara eitthvað, það er þetta gott. Hvað heitir hann? Hvað segir hann er? Já, Miles Teller. Býttu. Sé það ekki heldur. Þannig ungi gaurinn? Hann er alveg 85-6 eða. Miles Teller leikur í alls konar spólum. Já, nei, hann er hann ekki. Alls ekki. En alveg svona... En þessi AI, hann er hann. Hann er hann? Ég veit það. Já, ég vil bara AI minn. Ég veit það. En heldur að það verði ekki bara? Ég veit það ekki. Þú meina að þú veist, er ekki eitthvað á Netflix en það með, þú veist, hljómsveitina? Jú, með mitt. Það er alls bara AI, þú veist, ætlum við fáum ekki bara svona bíómynd? Ekki með þetta allavega, það er verið að leita alvöru leikarum. Já, ok. Og það er verið að talking big names og líka small names, þannig að það er alveg búið að gefa það allt út. Já. Þannig að við erum mjög spenntar að sjá. Þú getur skemmt fyrir mig, ég elska Carrion, hann er, þú getur skemmt fyrir mig Carrion. Já. Með illa köstuðu dæmi, sko. Já. Þannig er bara welcome to be a book nerd. Já, svo er það bara það. Það er alltaf þannig. Já. Alveg vombriði, svona að maður er búin að ímynda sér í sínum haustnum, nema tjöld nær AI-in. Hann fokkar mann upp, sko. Sko, því hann nær svolítið bara svona akkurat. Já, hann teikna bara lýsinguna. Já. Og það er ekki til svona humans. Því að fólk er bara, já, ég myndi ímynda með þennan blandaði þennan, en realistically þó er þessi. Já. Skilur, sem er the closest thing. Já. En það er margir líka eitthvað að segja Jacob Elordi fyrir hann. Fyrir Carrion? Já. Nei, fyrir Kingfisher. Jacob alltaf myndalega, sko. Já, en hann er ekki nógu svona chunky fyrir mig. Nei, ég sammála. Hann þurfti að bæta alveg vel á sig. Já, en samt bara svona, hann þurfti að vera svona, ég sé hann fyrir mig með svona breytt andlit, svona meira eins og Henry Cavill, svona Superman andlit, skilur við. Já, ég er endar líka. Svona mikið hár og eitthvað. Já. Tattoos. Og canines. Og canines. Ég er spennt að sjá það líka, sko. The canines. Það því að vanalega er svona í svona vampírþáttum, þá koma þær niður svona, skilur við, ekkert eitthvað alltaf bara þú veist að tala. Það verður áhugavert, sko. Líka the placement of hvar þær eru, sko. Hvort það séu hér eða hvort það séu fremst. Það er bara svona Dracula vibes þegar það eru alveg hliðin á. Já. En það er svona, kannski mér að hotta það eru hér. Já, það ekki. Já. En það er mjög sjáft í svona vampírheimunum, sko. Hvað eru þessi þar? Ok, það er spennandi. Er eitthvað þess að vera spenntið fyrir? Já. Ég bara... The canines, ég er mjög spennt fyrir þessu, sko. Já. En Birta, ætlaði þú ekki að velja næstu bók? Ég ætlaði að velja næstu bók. Af því að þetta er bók sem er minn villis iPod. Talin verða bók ásins. Ok. En... Bók ásins. Það tala verið bók ásins, en hún kemur inn á Storytel. Þetta er bara skemmtilega við Storytel, maður getur verið svolítið spenntur fyrir. And this audiobook will be available on the 30th of September. Ok, hún er að leiða þessu. Þannig að hún er bara rétt útkomin.
En þetta sem sagt, hún heitir Pretty Girls. Og þetta eftir höfund sem við höfum aldrei lesið neitt eftir. Karine Slaughter. Þetta eitthvað bara gellu vinkonubóka? Veit ekki. Ég veit ekki. Þetta sko bara, dómarnir eru bara stunning, certain to be the book of the year, extraordinary, a major achievement og eitthvað svona. Það stendur ekki hvort þetta er romance? Ég sko vill svona, mér langar svolítið svona að fara inn í þetta óviss, bara svona vitandi zero, en ég get sagt eitthvað smá hérna. Það stendur sisters, strangers, survivors. Og þetta fæði smá svona Pretty Little Liars vibe. Gæti verið, já, nafni kannski smá þannig. Já. Þetta er psychological thriller. Ok. Já. Það er svona, þú veist. Inn í októberið með eitthvað psycho. Októberið, já, make a sense. Hefum kannski hægt að taka eitthvað meira á Halloweeni. En þetta er alveg spennandi. Þetta er líka glænýtt. Þannig að það er gaman að, þú veist, þetta er bara, er að fara að vera available, skilur, þú veist, að því að hún kom út í ár. Gaman að taka eitthvað svona alveg. Já, glænýtt. Glænýtt og þetta er eitthvað systur. Ég sé eitthvað Millionaire, Disappearance. Ok. Það er smá svona. Spennandi. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað K9s í þessu, en það er ekki ljós. En já, ég er svona, það er alveg bara svona smá svona, ég finn það, ég þarf að lesa bók sem gerir svona á jörðinni. Já, þessari jörð. Þessari jörð, já. Svona, já, Icebreaker var gott svona detox. Vonandi verður þessi að leika. Klálega. Þannig að join us, þessi kemur inn 30. september, þannig að þið getið verið með bara frá byrjun. Hún er samt löng. Hvað er löng? 18 tímar. Vá. Já. Ok. Það er alveg langt. Það er mjög langt fyrir svona bók. Fyrir svona bók, að þú þarft ekki að lýsa fyrir mér heiminum. Nei. Þannig að ég er mjög áhugavert að sjá, ekki láta það stoppa ykkur. Lítur að vera svona mikið páf og hverju systur og eitthvað svona. Já, lítur að verða eitthvað svona smá spennandi, sko. Hope so. Já, vonum það. En ef það á að verða, ef að dómar eru að segja þetta sé bara eitthvað extraordinary og gæti bara verið bók ásins, þá er gott að pröfa. Algjörlega. Gefðu því séns. En þá bara sjáumst við í október, bókabóðs besties. Takk fyrir. Bye.